Komiði sæl og verið hjartanlega velkomin að skjánum. Það föstudagsþátturinn sem heilsar ykkur á þessum funheita föstudegi og það alls ekki amalegt að byrja á tónlistaratriði. Það var hljómsveitin Brek sem hóf leikinn. Þau voru að gefa út þessa plötu hérna, samnefnd plata Brek, og það var upphafslega plötunar Stúlka ein sem að byrjaði þáttinn. Og hingað til mín eru þau komin Jóhann Ingi Benediktsson og Harpa Þorvaldsdóttir úr Brek. Takk fyrir spillerið og velkomin í þáttinn. Já, takk fyrir. Til hamingju með þessa glæsilegu plötu. Þetta ekkert smá flott, hún bara heit úr pressunni. Sjóðandi heit, kom út fyrir viku síðan, akkurat. Já, einmitt. Og sko, bara ef við byrjum á byrjunni, hvernig gerðist þetta? Já. Það nú svolítið gaman að segja frá því. Við erum bæði að norðan, við Jóhann. Ég frá Hvammstanga og hann utan á Vatnsnesi. Já. Og við höfum verið viðloðandi tónlist alltaf, bara frá því við nánast munum eftir okkur. En við vorum aldrei saman í neinum projektum. Nei. Svona. Fyrr en núna, nú erum við búin að bæta úr því svo munar, sko. Já, við vorum búin að tala það mjög lengi. Já. Rosalega lengi. Og svo var það 2018. Að við töluðum það einmitt á bæjarhátíðinni á Hvammstanga, eldur í Húnaþingi, að nú gengi þetta ekki lengur. Nú yrðum við að gera eitthvað og bara já. Og ég verð svo að segja það að ég mjög fegin að hann, Jói, hafði samband. Af því ég veit ekki. Já, og úr varð, sem sagt, okkar samstarf, sem að sem sagt, Guðmundur Atli, mandólinleikari, hann kom inn á fyrstu æfinguna okkar. Við erum sem sagt par, Guðmundur, og hann var að sækja mig á æfinguna. Með mandólinnið í bílnum? Með mandólinnið í bílnum og við náttúrulega bara drógum hann inn og bara upp með mandólinni. Já. Svo bætist Sigmar bassaleikari við 2019. Já, eða í janúar 2020, var það ekki? Jú, sennilega. Var það ekki? Já, mitt. Þannig, og þá hefur ekki verið aftur snúið, þá var þetta bara þessi ferna fullkomnuð. Algjörlega. Já, og hvernig, þetta náttúrulega hvað þetta, 10 lög eða? Ég man ekki eins og hvað eru mörg. 2, 4, 5 hérna fyrir og 6 á sig, 11 lög. Og urðu þau til bara svona, sömduðu þetta saman eða hvernig völduðu lögin á plötuna? Já, við höfum unnið þetta rosalega mikið saman. Já, það má segja það. Það koma kannski kemur grunn efni að lögum sem við vinnum svo í raun og veru alveg saman, sko. Kom til hljóðheiminn saman, sko. Já, einmitt. Og nú þarf að fylgja afurðinni eftir þegar þetta komið, sko. Og þið ætlið aldeilis að gera það. Þið ætlið að spila á Hólum, það ekki núna á sunnudaginn? Jú, akkurat. Og hér á Akureyri á þriðjudaginn, sem 7. júlí, er það ekki? 7. júlí. Já, hvar ætlið að spila hérna á Akureyri fyrir áhugasamna? Við verðum á Akureyri Backpackers. Já. Það er alltaf skemmtilega stemming. Já. Þar. Og Hólum verðið í kirkjunni. Já. Við byrjum á því að spila við messu á sunnudaginn. Ásamt dúó Freyja, sem er fiðla og lágfiðla. Og svo verðum við með tónleika klukkan 4. Einmitt, þannig þeir sem eru í Skagafirðinum á sunnudaginn, þeir ættu sko aldeilis að drífa sig á Hóla. Já, þetta alveg dásamlegt. Það dásamlegt að vera þarna. Virkilega. Og við erum strax byrjuð að vinna nýtt efni sem verður bara til þannig í kirkjunni. Það er bara... Mitt, þegar hljómsveitin þau eru búin að vera núna á Hólum einhverja dagar, Já. Æfum í kirkjunni og það verður nú bara til nýtt lag bara fyrsta daginn. Já, mitt. Sem við fluttunum svo á tónleikum í gærkvöldi. Akkurat. Já, hvorki meira niður minna. Já. Frábært. Það er eitthvað í loftinu þannig í Skagafirðinum, er það ekki? Það er eitthvað svoleiðis. Já. Og hvernig er sko tilfinningin að vera búin að koma þessu frá sér?
plötunni? Eru þið strax einmitt bara farin að huga að nýjum lagasmíðum eins og þið talum og hvað kemur næst? Það má segja það, sko. Já. Þetta búið að vera alveg svolítinn tíma í bígerð, sko. Já. Platan. Og við vorum svo sem með ákveðin plön áður en heimsfaraldurinn skall á, eins og svo margir. Einmitt. En það var svo sem líka bara gott fyrir okkur, sem sagt, og bara gátum við unnið betur í þessu. Og mér langar að koma því á framfæri af því að sem sagt, hönnunin á plötunni, við erum ansi ánægð með hana. Já, hún stórglæsileg plata. Já, og einmitt, þannig erum við, sko. Já. Ofsa sætt. En sko, þessi mynd, þetta eru bara hljóðfærin okkar og bara alveg grunnurinn, nema að Guðmundur Atli Pétursson, mandólínleikari, hann tók þessa mynd og hann hannaði alveg þetta umslag. Já. Þannig að þið eru alveg sjálfbær. Við erum ofsa sjálfbær. Já, frábært. Og sko, og þetta komið út bæði hérna á vínil og geisladisk. Einmitt. Og getur fólk nálgast þetta líka inn á svona helstu veitum, Spotify og svoleiðis? Já, nánast öll platan komin inn á Spotify en hún reyndar kemur fljótlega inn bara í heild sinni. Já. Þar. Einmitt. Hvernig ber fólk sig að ef það vill eignast til dæmis vínil eða geisladisk? Það alltaf hægt að hafa samband við okkur í gegnum heimasíðun okkar, brek.is og þar eru allar helstu upplýsingar bandið og einmitt hvernig hægt að nálgast plötu. Svo erum við búin að vera duglega að keyra plötur og diska á milli helstu búða. Já, einmitt. Þannig að það má alltaf skjótast út í búð. Já. Það er margir kostir í stöðunni, það er alveg greinilegt. Akkúrat, sko. Og er hægt að fylgjast með ykkur á samfélagsmiðlum, eitthvað líka, hvernig, Að sjálfsögðu. Það það ekki, það er náttúrulega ekki maður með mönnum nema maður sé. Það er full vinna, sko. Já. En við erum á Instagram og við erum á Facebook. Já, fólk leitar væntanlega bara Brek þar inni og... Brekband á Instagram. Á Instagram, já. Gott að halda því til haga. Og þar má fylgjast með heimstúrnum okkar á Íslandi, Vegslóðin 2021. Já, frábært. Og hvað, það er Hólar á sunnudaginn, Akureyri á þriðjudaginn og hvað svo, kemur þar á eftir? Já, þá, sko, við erum búin, má kannski segja frá því, við byrjuðum að spila á Kaffi Rosenberg í Reykjavík, fórum svo í Borgarnes, og spiluðum svo á Hvammstanga, svo vorum við á Sauðárkróki, Dalvík og Ólafsfirði og svo seinna í júlí þá ætlum við að fara á hina ýmsu staði á suðaustur á bóginn, austur á bóginn. Já, spennandi. Þannig að það er aldeilis margt á döfinni og við hvetjum auðvitað bara alla til þess að fylgjast með hvar ef þið eru einhvers staðar nálægt að drífa sig á tónleika. Og svo auðvitað bara að næla sér plötu og hlusta. Það er náttúrulega númer 1, 2 og 3. Einmitt. Bara kærar þakkir fyrir að koma í þáttinn til mín og gangi ykkur vel. Takk fyrir okkur.